Bara númer 2. Forsætisráðherra, góðir fundargestir og þeir sem eru að horfa í beinu streymi. Ég heiti Andri Þór Guðmundsson, formaður Viðskiptaráðs og ég ætla að vera fundarstjóri hérna í dag. Í dag munum við kynna glænýjar niðurstöður Viðskiptaháskólans EMD samkeppnishæfni Íslands og 70 annarra þjóða fyrir árið 2024. Við ætlum að hafa þetta bara stuttan og laggóðan fund með 2 erindi. Annars vegar mun Bjarni forsætisráðherra flytja opnunarávarp og hins vegar mun Gunnar Úlfarsson hagfræðingur Viðskiptaráðs greina niðurstöðurnar. En hvers vegna höldum við þennan fund? EMD skilgreinir samkeppnishæfni sem frammistöðu þjóða við að tryggja hagfellt umhverfi, aukinnar verðmætasköpunar og velmegunar. Og samkeppnishæfni Íslands þess vegna undirstaða þeirra lífskjara sem við búum við í dag. Án hennar myndi bæði fólk og fjármagn flýja landið og þeir sem að sæti eftir myndi búa við lakari lífskjör og færri tækifæri. Og hérna sjáum við þetta samband myndrænt. Samkeppnishæfni, hún nátengd hagsæld og ekkert ríki hefur tekist að byggja upp góð lífskjör án hennar. EMD vinnur úttektina í samstarfi við stjórnvöld og félagasamtök þátttökuríkjanna og frá upphafi hérna á Íslandi árið 2004 hefur Viðskiptaráð séð gagnaöflun fyrir Ísland. Og þetta ansi umsvifamikil vinna en við teljum að þetta sé tíma vel varið. Viðskiptaráð tekur saman þessi gögn, hefur samráðið fjölmarga aðila og mælikvarðarnir í úttektinni 240 talsins. Og við sendum líka út ítarlega spurningalista til forstöðumanna aðildarfyrirtækja og niðurstöður þeirrar könnunar vegur 1/3 á móti hagtölum. Og þessum kröftum vel varið okkar mati og mælingarnar hafa bætt og dýpkað þessa opinberu umræðu samkeppnishæfni og þeirrar fullvissa að það leiðir til aukinnar hagsældar á Íslandi. En áður en ég gef forsætisráðherra orðið þá ætla ég að kynna niðurstöðurnar sem svo sem eru orðnar opinberar. En í fyrra var Ísland í 16. sæti. En í ár erum við komin niður í 17. sæti og lækkum þess vegna 1 sæti. Og hérna sjáum við niðurstöðurnar í samhengi við aðrar þjóðir. Singapúr þarna efst á listanum. Danmörk þarna komið í 3. sæti og fellur þarna 2, var í 1. sæti í fyrra. Og Ísland situr þarna í 17. sæti mitt á milli Sádi Arabíu og Belga. Og svo vermir Venezuela þarna botnsætið. Við höfum verið á mikilli siglingu undanfarin ár og samkeppnishæfni aukist jafnt og þétt en undanfarin 2 ár höfum við séð stöðnun og svona samanborið við Norðurlandaþjóðirnar þá erum við eftirbátar og það verk að vinna. En ég treysti því að bæði forsætisráðherra og hagfræðingur ráðsins Gunnar Úlfarsson fari betur yfir það og ég ætla bara að gefa Bjarna orðið. Gjörðu svo vel. Góðir gestir og formaður Viðskiptaráðs. Ég vil byrja á því að þakka fyrir tækifærið að koma hingað og spjalla þetta mikilvæga mál við ykkur og vil byrja á því að segja að fyrir nokkrum vikum síðan þá var ég með forsætisráðherrum Norðurlandana allra sem að settu þetta mál á dagskrá á sumarfundi sínum, það að segja samkeppnishæfni Norðurlandana allra. En í samstarfi ríkjanna þá mikið litið til þess að við séum stórt efnahagssvæði, við leggjum saman í púkk og við getum með aukinni samvinnu náð enn lengra og séum í samkeppni við
önnur efnahagsvæði í heiminum og höfum líka margt að gefa í samstarfi við önnur efnahagsvæði, getum veitt gott fordæmi og verið í samtali ef við leggjum saman kraft okkar. En samkeppnishæfni var það sem að við vorum að ræða sérstaklega og ég skal koma aðeins nánar inn á það og eftir hvað stóð upp úr á þeim fundi. En ég vil bara nefna það strax í upphafi að það er jákvætt og það er hvetjandi, gott að sjá að þegar við erum að nálgast þessi mál að þá erum við að horfa á það svæði í heiminum sem að hvað fremst stendur, Norðurlöndin, og við erum að gera kröfu til þess að við séum sífellt að hækka og það lýsir ákveðnu viðhorfi, sjálfstrausti, áræðni, trú á möguleika landsins að gera væntingar, hafa væntingar að við getum verið meðal allra efstu þjóða. Og ég rifja það upp í gær, svona í aðdraganda þess að ég var að koma hingað að það eru 10 ár síðan ég var á fundi hér með ykkur að ræða sama mál. Ég voni ég sé ekki einnum að hafa þá tilfinningu að þessi 10 ár hafi verið býsna fljóta að líða. En það hafa góðir hlutir gerst í millitíðinni og það birtist hér á Glærunni. Það hafa orðið talsverðar framfarir og það á mörgum sviðum samfélagsins. Meðal annars í þessari úttekt eins og birtist á Glærunni. Við vorum í 29. sæti 2013, fyrir 10 árum vorum við í 25. sæti 2014 en höfum verið síðastliðin 2 ár í 16. og 17., 16. í fyrra og 17. núna. Og þegar við lítum á svona hluti yfir lengra tímabil sem að maður lítur alltaf að þurfa að gera að þá er ekki annað hægt að segja en að niðurstaðan í heild sinni er svo að við höfum verið í sókn. Jafnvel þótt við lækkum 1 sæti á milli ára núna. Hvað höfum við verið að gera á þessum 10 árum? Við vorum með það sem algjört forgangsverkefni ný ríkisstjórn 2013 að losa fjármagnshöftin og það tókst mjög vel, ég ætla ekki að fara út í sauman á því máli. En það var forgangsmál og skipti öllu fyrir framtíðar hagvöxt og uppbyggingu trú á hagkerfinu. Við höfum lækkað skatta, bæði á fólk og fyrirtæki. Mikil umræða farið fram þetta á undanförnum árum en það er nú bara ágætis mælikvarði að skoða hvað er ríkið að taka til sín af heildarverðmætasköpuninni. Svarið er minna heldur en 2013. En þessi skattar sem við höfum lækkað eru til dæmis tekjuskatturinn, við erum með lægra tryggingagjald en þá var, við erum með hærri skattleysismörk á fjármagnstekju og erfðafjárskatt, lægri skatta á höfundagreiðslur, sérstaka skattakvata af ýmsu tagi, svo sem vegna almannaheilla starfsemi en ekki síður grænna fjárfestinga og rannsókna og þróunarstarfs sem hefur skipt mjög miklu máli. Við höfum líka fellt niður toll- og vörugjöld og svo höfum við verið að reyna að draga úr umsvifum ríkisins, það hefur nú gengið svona og svona. 2013 áttum við ekki Íslandsbanka. En við tókum hann yfir án endurgjalds til að skapa skilyrði fyrir afnámi haftana og höfum síðan verið að reyna að losa þann eignarhlut í skrefum og aðrar eignir sem við tókum yfir sem stöðugleika eignir í tengslu við haftaafnámið. Þetta eru þættir sem ég nefni vegna þess að mér finnst þér hafa mjög beina tengingu við ríkisumsvif sem aðeins er horft til í þessum mælingum. Við höfum verið að auka gagnsæi í opinberum fjármálum, komið ný lög opinber fjármál og fjármálareglur verið innleiddar. Nú, gagnsæi birtist líka í því að á álagningaseðlum sem fólk fær rafrænt, þá eru betri upplýsingar en áður var og margt fleira höfum við verið að vinna í gagnsæismálum eins og með tekjusögunni sem er einstakur gagnavefur, ég segi bara á heimsvísu. Öll skattframtöl eru þar grunnur frá 1991, allar skattalagabreytingar, allar breytingar á tilfærslu bótakerfunum. Þetta er allt saman sett inn í einn gagnagrunn og við reiknum út hvernig ráðstöfunartekjur fólks hafa breyst eftir tekjutíðindum, kyni, búsetu, fasteigna mál koma þar inn í hvort þú átt eign eða ekki og svo framvegis. Stór merkilegu vefur sem sýnir líka fram á félagslegan hreyfanleika á íslenskum, bara í íslensku samfélagi sem ég tel að sé með því allra mesta sem gerist, ef ekki mesti félagslegi hreyfanleiki einfaldlega í heimi. Það er enginn sem getur kynnt í söguna slíkar upplýsingar. Þannig að gagnsæi er eitt sem við höfum verið að vinna að og náð mjög miklum árangri á síðustu 10 árum. Við höfum verið að stafvæna opinbera stjórnsýslu. Nú má sinna þinglýsingu rafrænt marga hluti.
sækjum vegabréf, fara í fæðingarorlof með rafrænni umsókn og svo framvegis. Við erum ennþá að bæta í þjónustu frambóðið og erum að vinna síðan líka í bakendanum mjög mikið, stafvæðingunni. Nú, innviða uppbygging til þess að við séum sterkara samfélag og þannig betur samkeppnishæf við önnur lönd hefur verið töluverð. Ég ætla ekki að leyna því að við höfum notað talsvert mikið af verðmætasköpuninni sem hefur orðið til ný á síðustu 10 árum í að gera betur í tilfærslukerfunum, og það er aðeins þrengt að möguleikum okkar til aukinnar fjárfestingar í innviðum, en samt höfum við verið í átaki og Landspítalinn kannski besta dæmið það. Það hefur mikið verið gert á sviði þjóðhagsvarúðar, sameining Seðlabanka og fjármálaeftirlits, þjóðhagsvarúðartæki smíðuð. Við höfum byggt upp nýjan gjaldeyrisforða sem er langt umfram það sem var hér hægt að tala fyrir 10, 12, 15 árum. Það er bara ekki hægt að bera saman. Og ef við skoðum síðan í aðeins stærri svona makrómynd, þá er staða íslenska þjóðarbúsins gagnvart útlöndum jákvæðari heldur en nokkru sinni áður. Fyrsta skipti í raun og veru nettó staða Íslands í útlöndum sem þjóðarbúsins í heild orðin jákvæð en var alltaf neikvæð. Ég gæti talið fleira, við höfum verið að nota hvatakerfi og svo er þetta mikilvægt að minnast á það að fyrir 10 árum síðan þá vorum við með skuldastöðu heimilana bara sem sjálfstætt efnahagslegt vandamál. Það var bara þannig, við áttum enn eftir líka að greiða úr skuldamálum fyrirtækjana. Hver er staðan í dag? Við erum með mjög vel fjármögnuð fyrirtæki til dæmis í Kauphöllinni og almennt, sjáum það bara í peningamálum Seðlabankans að almennt er atvinnustarfsemin ágætlega fjármögnuð í dag. Það er ekki merki einhverja of mikla skuldsetningu eða skuldavandræði framundan. Skuldahlutföll heimilana eru líka mjög heilbrigð og ekki mikill uppsafnaðar vandi þar sem að ógreitt er úr. Þetta er gjörbreytt staða frá því sem var fyrir 10 árum síðan og þá er ég ekki eins og byrjar að tala skuldastöðu ríkissjóðs sem að hefur batnað mikið á þessum tíma, þó að það hafi komið aðeins bakslag eftir COVID, að þá stemdi í einmitt fyrir COVID að við færum undir 20% hlutfall í skuldum ríkisins. Nú, við höfum haldið áfram að gera fríverslunarsamninga, núna nýjast við Indland sem opnar risastóran markað fyrir okkur og skiptir miklu máli fyrir útflutningsþjóð eins og Ísland, að við höldum áfram að halda erlendum mörkuðum opnum og við vitum það auðvitað sem er að lífsgæðin á Íslandi, þau eru byggð upp af útflutningsfyrirtækjunum sem að við búum yfir. Það að við getum skapað mikið verðmæti fyrir markaði sem eru margfaldir á það sem að við getum treyst á hérna heima fyrir. Það er í raun og veru grunnurinn af þessum miklu lífskjörum, að skapa máltíðir fyrir milljónir manna úr hafinu. Þetta eru gríðarleg verðmæti og við búum yfir svo mörgum auðlindum að við getum verið bjartsýn varðandi framhaldi ef að vel er á málum haldið. Græna orkan, það sem að ferðaþjónustan hefur að selja á Íslandi og svo erum við í auknum mæli núna með vel menntaða þjóð að sjá hugverkað inn að blómstra og við erum að flytja út við erum að afla útflutningstekna sem að byggja á hugverkageiranum á Íslandi langt umfram það sem var til dæmis bara fyrir 10 árum síðan. Nú, ég ætla að nefna hérna nokkur atriði kannski sem að komið inn á við þessari skýrslu sem að mér langar örstutt að staldra við. Það er gott að sjá að það eru nokkru styrkleikar sem birtast hérna, hátt atvinnustig, sterkt lýðræði, jöfn tækifæri, sterkir innviðir, öflugt lífeyriskerfi, þetta skiptir miklu máli. Sumt kemur á óvart, svona skemmtilega óvart, ég verði að leyfa mér að segja, með við það hvernig við höfum átt samtalið hér heima fyrir í langan tíma. Við erum í 4. sæti í gengisstöðuleika. Það var ekki alltaf þannig, talsvert á skjön við almenna umræðu, en við sjáum líka að það er margt þar sem við getum gert betur. Fjármagnskostnaður er of hár. Ég talaði umsvif hins opinbera og það er aðeins að halda aftur af okkur hvað eignarhald hins opinbera í atvinnulífinu er mikið. Nú, við þurfum að laða meiri erlenda fjárfestingu til landsins, bæta í fjárfestingu okkar í menntun og hátækni starfsemi. Og þegar við tölum
erlenda fjárfestingu til landsins að þá þetta dálítið tvíeggja sverð. Við erum annars vegar við með lifandi umræðum það að við þurfum að rýna betur fjárfestingar og áhuga erlendra aðila sem að vilja koma til Íslands og það hefur legið fyrir þinginu frumvarp þetta og þar þurfum við virkilega að vanda okkur til þess að við gerist ekki sek að vera bara hreinlega misnotuð sem þjóð eða tapa frá okkur mikilvægum grunninnviðum sem að skipta okkur máli bara út frá þjóðaröryggi og slíkum þáttum. Við þurfum að passa okkur hvað þetta snertir, það eru dæmi í heiminum að menn hafi ekki gett að sér. En á sama tíma þá viljum við fá meira af erlendri fjárfestingu. Ég hef bara sem fjármálaráðherra til dæmis verið að horfa á það hversu slæmt það að íslenska ríkið hafi ekki getað verið með traustan kaupendahóp að ríkisskuldabréfum í íslenskum krónum að utan langt skeið. Vissulega geta verið því samfara vissar áhættur, kostir og gallar eins og við þekkjum frá jöklabréfa umræðunni að ef að margir flýja íslensku krónuna á sama tíma þá getur það valdið gengis óstöðuleika en ef okkur tækist að skapa heilbrigðan markað þá væri það að dýpka markaðinn að hafa meiri fjölbreytni í eigendahópi íslenskra krónubréfa sem gefin eru út af ríkinu og það lítur að teljast vera ákveðið veikleikamerki ef að íslenska ríkið getur ekki gefið út án þess að þurfa eingöngu að treysta á innlenda markaðinn sem þá orðin að uppistöðu tiltölulega fábreyttur hópur lífeyrissjóða. En þarna finnst mér skorta meiri fjölbreytni en hérna erum við í raun og veru ekki bara að horfa á ríkisskuldabréf, við erum að horfa á atvinnulífið, fjárfestingu í atvinnulífinu heilt yfir og það hafa svo sem verið ágætismerki, það hafa komið talsverðar fjárfestingar inn í ferðaþjónustu á undanförnum árum og ekki langt síðan að Kerecis var selt til erlendra aðila, þannig að fjárfestingar hafa svo sem átt sér stað. Í gær átti ég fund með forstjóra Rio Tinto sem nú dæmi stóra fjárfestingu sem enn lifir. En þarna eitthvað þar sem við getum gert betur. Það að við greiðum há laun svona aðeins að halda aftur á okkur en það líka á sama tíma merki að við erum öflugt hagkerfi, við erum sterkt samfélag, við getum greitt há laun. Það að verðlag sé hátt á Íslandi, það bara einfaldlega fylgifiskur þess að við sköpum mikil verðmæti og það sama á við þau ríki sem búa til sambærileg lífskjör. Ég var spurður í gær af erlendum sendiherrum, hefur ekki áhyggjur af því hvað orðið dýrt að koma til Íslands, heldur ekki að ferðaþjónusta hrynji? Ég sagði, heldur þú að við viljum verða ódýrt land til að heimsækja? Trúir því? Hvað almennt sammerkt með þeim löndum sem ódýrt að fara til? Myndirðu vilja skipta á lífskjörum við fólki sem þar býr? Almennt myndirðu ekki vilja gera það. Við viljum ekki stefna að því að verða eitthvert, eins og ég sagði við þessa í gær, budget Ísland. Það ekki sú stefna sem við eigum að reka hér. En þetta kannski aðeins að vega hérna inn hvað verðlag hátt. Nú, ég ætla svona aðeins til að fara að stytta mál mitt. Sumt sem að dregur eða heldur aftur af okkur í þessu einfaldlega fylgifiskur þess að við erum tiltölulega fá. Það hluti af því sem ég var að tala hér áðan. Krónumarkaður með ríkisskuldabréf ekki risastór. Það heldur aðeins aftur af möguleikum okkar þar. Markaðurinn tiltölulega lítill. Það viss dragbítur í þessari úttekt og við erum með ákveðna náttúrulega skorður þannig að það verður erfitt fyrir okkur að bera okkur saman við suma af þeim sem eru fyrir ofan okkur á þá mælikvarða. En ég vék að því hér áðan að ég hefði setið með forsætisráðherrum Norðurlandana og það sem stóð upp úr í því samtali var að við það borð þá voru fengnir leiðtogar úr atvinnulífinu frá Norðurlöndunum, frá hverju Norðurlandana og þeir voru eiginlega með einn skilaboð og þeir sögðu þetta, ef að þið viljið hafa áhyggjur af samkeppnishæfni Norðurlandana þá þurfum þið að fara að gera eitthvað í þessu með regluverki hérna í Evrópu. Við getum ekki, við erum alþjóðleg fyrirtæki uppistöðu til sem eru mætt hér í dag, við getum ekki búið við það að evrópska regluverkið sé á skjön við það sem að gerist þar sem að við viljum geta sótt fram og þá var verið að vísa til þess að bæði í Asíu, þar sem við sjáum hérna í þessum tölum að bæði, ég tók eftir að Hong Kong og Singapore að hækka, þetta kemur ekki á óvart. Þar gríðarlega mikill vöxtur í Asíu og síðan Bandaríkin og aðrir markaðir, þar sem regluverki ekki jafn íþyngjandi. Þannig að það voru meginskilaboðin sem við fengum frá leiðtogum atvinnulífsins á Norðurlöndunum og forsætisráðherrarnir voru sammála að það þyrfti að fara að hafa áhyggjur af því hvað evrópska regluverki heilt yfir væri að halda aftur af
samkeppnishæfni Evrópu gagnvart öðrum heimshlutum. Það er það sem stóð upp úr. Nú hérna heima þurfum við síðan að forðast launaskrið. Ég var í gær að mæla fyrir frumvarpi laun æðstu embættismanna. Það þyrfti að halda aftur af þeim hækkunum sem væru framundan ef ekki væri gripið inn í. Og það er eitthvað sem við þurfum að fara að ræða um. Við spyrjum okkur hvers vegna eru vextir háir? Hvers vegna er verðbólga á Íslandi? Og það eru allt of fáir sem að nefna í beinu framhaldi hvers vegna hækka laun á Íslandi 8% og 6% og 7% á hverju ári þegar í öllum hinum löndunum sem við viljum bera okkur saman við munar 4 og 5% á ári hvað launin hækka. Miklu minni launahækkanir, lægri vextir, minni verðbólga, samt kaupmáttavöxtur. Þessi hlutir haldast í hendur. Ef við hækkum launum 7-8% á hverju ári, þá munum við á endanum fá verðbólgu vegna þess að við vitum að okkur mun ekki takast að auka framleiðni til þess að rísa undir slíkum launahækkunum á hverju ári til langstíma. Þetta er augljóst. En þeir sem að benda á þetta, þeir eru oft grýttir. Við verðum bara að hafa kjark til þess að tala staðreyndir og ræða hlutina málefnalega á einhverjum raunhæfum forsendum. Þannig að hér í blálokin, það er ánægjulegt að sjá að við viljum geta borið okkur saman við það sem best gerist í heiminum. Og ég styð þá nálgun, þann metnað heilsugar. Ég held líka að við eigum góð dæmi að við erum fremst í heiminum víða. Það er ekki nema 2 vikur síðan held ég, innan við 2 vikur að það kom enn könnun sem sagði við erum fremst í heimi í jafnrétti kynjanna. Sú frétt, hún fór svona bara eins og úrslit í fótboltaleik var komin neðst á vefsíðurnar bara síðar sama dag, af því að við erum hægt að taka eftir því. Við tökum því sem sjálfsögður hlut nú orðið. En það gerðist ekki nema fyrir mikla baráttu, fyrir mikið samtal hérna innanlands og samvinnu milli vinnumarkaðar atvinnulífs og hins opinbera. Og hið sama getur gilt svo margt annað. Við getum verið til fyrirmyndar, við erum til fyrirmyndar í íslenskum sjávarútvegi, höfum margt fram að færa til heimsins og búum yfir auðlindum sem geta fleytt okkur enn lengra. Svo eru sumstaðar einhverjar náttúrulegar hindranir sem að á þennan mælikvarða munu aðeins halda aftur á okkur, en við eigum að hafa metnað til þess að halda áfram að sækja fram. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir þetta, Bjarni. Metnað til að sækja fram og keppnis. Við viljum öll bera hag Íslands fyrir brjósti og við viljum alltaf vera nummer 1. Og það verður gaman að heyra hvað Gunnar Ólafsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs, segir þessar niðurstöður sanngirnisemi. Gjörið svo vel. Já, takk fyrir. Ég byrjaði að þakka forsætisráðherra fyrir gott opnunar ávarp og þakka Andra Þór formanni Viðskiptaráðs fyrir að svona kynna niðurstöðurnar lauslega. Svona áður en við köfum ennþá dýpra í þetta mikilvæga málefni, þessa úttekt á samkeppnishæfni, þá vil ég aðeins staldra við og útskýra umfang hennar og hvernig úttektin byggist upp. Úttektin byggir raunar séð á 4 meginþáttum. Það er efnahagsleg frammistaða, það er skilvirkni hins opinbera, það er skilvirkni atvinnulífsins og samfélagslegir innviðir. Og hver meginþáttur leggur upp með að svara tiltekinni spurningu. Til dæmis hversu vel virkar hagkerfið, er greiður aðgangur að vinnuafli og fjármagni, hversu skilvirk er tekjuöflun hins opinbera, hver eru gæði opinberar þjónustu, hver er framleiðir vinnuaflsins, hversu vel standa fyrirtækin bæði innanlands í samkeppni og hversu vel standaðu gagnvart alþjóðlegri samkeppni. Og svo er það lokum aftur á samfélagslegu innviðunum, það snýr að menntunarstiginu, langlífi heilbrigði fólks, hver er aðgangur að innviðum og þetta eru svona mjúkir og harðir innviðir. Og allar þessar spurningar eiga að ná utan það hversu vel hagkerfi er í stakk búin til að stuðla að samkeppnishæfni og velmegun til frambúðar, líkt og Andri útskýrði áðan. Hver af þessum meginþætti, þessum 4 meginþáttum á sér svo 5 undirþætti sem hver byggir á 10 til 30 mælikvörðum, alls 300 mælikvörðum.
Og það sem þessi úttekt hefur umfram aðrar er ekki aðeins hversu umfangsmikil hún er, hversu marga mælikvarða hún hefur, heldur líka í hversu miklu mæli hún byggir á opinberum hagtölum. Aðrar kannanir byggja gjarnan mikið á spurningakönnun, en hér er það einungis í þriðjungi tilfella. Og þessi spurningakönnun, það svara henni þúsundir stjórnenda víðs vegar um heim. Ef við vindum okkur nú aftur að niðurstöðunum og kryfjum þær svo aðeins. Í fyrsta sæti situr Singapúr og endurheimtir toppsætið, Sviss í því öðru og Danmörk fellur niður í þriðja sæti eftir að hafa haldið fyrsta sætinu í fyrra og árið þar á undan. Við sjáum hvar Ísland ræða sér, við sjáum líka að öll löndin sem eru þarna í kringum Ísland, þau eru á niðurleið að Sádi-Arabíu undanskilinni. Svo má líka benda á það að þessi heildareinkunn sem þið sjáið hér á glærunum, þetta er heildareinkunnin 100 fyrir samkeppnishæfasta ríkið. Það er raun og séð hvernig samkeppnishæfasta ríkið kemur út úr þessum mælikvörðum. Svo eru önnur ríki sköluð í takt við það. Þannig að svona lauslega út frá mælikvörðunum áætla að Ísland búi yfir 79% af þeirri samkeppnishæfni sem Singapúr býr yfir. Og þarna er Venezuela í síðasta sæti líkt og í fyrra og árið þar á undan. Og það sem er svolítið merkilegt við þetta er að þó svo að Venezuela sé þarna í síðasta sæti, þá tekst þeim samt að falla niður á milli ára. Það er í hvert skipti sem að ríkjum er bætt inn í listan. Það voru 3 ríki sem var bætt við í ár. Það var Ghana, Nígería og Puerto Rico. Þá fellur Venezuela niður. Þetta hefur verið svona frá því að ég fór að birta niðurstöður úr þessari könnun. Það eru vissulega fleiri ríki í könnuninni en til dæmis var Rússland og Úkraína, þau hafa verið undanskilin í könnuninni sökum stríðsins í Úkraínu. Við förum núna aðeins í meginþættina og sjáum svona þróunina nokkur ár aftur í tíman. Þá sjáum við hvað Ísland stendur raun og séð framarlega í 3 af 4 meginþáttum samkeppnishæfni. Skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífsins og samfélagslegum innviðum. En efnahagsleg frammistaða hún hefur lengi verið dragbítur á samkeppnishæfni Íslands. Og okkur fer aftur í öllum meginþáttunum að skilvirkni hins opinbera undanskilinni, sem batnar lítillega milli ára, sem er vissulega mjög gott eftir að skilvirkni hins opinbera fjall 5 sæti á milli ára árið þar á undan. Það sem vekur svona sérstakar áhyggjur á mati viðskiptaráðs er í fyrsta lagi að skilvirkni atvinnulífsins er að versna annað árið í röð eftir að hafa batnað samfellt í 10 ár. Í öðru lagi þá virðast samfélagslegu innviðirnir vera að gefa eftir, en frá árinu 2021 þá höfum við verið í topp 10 sætunum þegar kemur að þessu mjúku og hörðu innviðum. En þetta eru líka kannski þeir þættir sem er erfiðast að viðhalda, þetta er lengstan tíma að byggja upp, þannig að mikilvægt við bregðumst þar skjótt við. Svo sjáum við líka hvar Norðurlöndin eru stödd að meðaltali. Við erum lengst frá þeim í efnahagslegri frammistöðu, erum þeim næst í skilvirkni atvinnulífsins, en við erum aftur á móti í öllum þáttunum lakari en Norðurlöndin að jafnaði. Ef við köfum núna ennþá dýpra, og alltaf hægt að fara dýpra, og köfum hún í meginþættina og undirþættina og skoðum svona hvað veldur breytingar á milli ára. Byrjum á efnahagslegri frammistöðu, þá sjáum við að afturfarir þarna eru vegna afturfara í öllum undirþáttum að atvinnustigi undanskildu. Þarna er atriðið snertað innlendum efnahagi, alþjóðaviðskiptum, alþjóðlegri fjárfestingu. Og þetta eru afturfarir í þessum hagtölum. Við erum til dæmis að sjá lægri hagvöxt á mann, alþjóðaviðskiptin gefa aðeins eftir og bein erlend fjárfesting líka minnkar og þess vegna förum við aftur. Okkur fer aftur í verðlagi vegna þess að okkur hefur ekki tekist jafn vel og öðrum þjóðum að ná tökum á verðlaginu, verðbólgunni afsakið. En atvinnustigið er jafnframt eini þátturinn sem að batnar á milli ára. Svo finnst mér gott að taka alltaf svona 2 dæmi upp úr þessum undirþáttum til að skýra svona hvert viðfangsefnið er. Dæmið þar sem við skörum fram úr, það er landsframleiðsla á mann. Þar erum við í 3. sæti, stöndum þar mjög framarlega og staður þar sem við stöndum aðeins verr er viðskiptahallinn sem hlutfall af landsframleiðslu.
þar situm við cirka fyrir miðju. Og auðvitað há landsframleiðsla á mann til marks góð lífsgæði á Íslandi. Næst skilvirkni hins opinbera. Skilvirkni hins opinbera hún batnar á milli ára þrátt fyrir að okkur fari ekki fram í neinum undirflokki. En þar skiptir líka máli hvernig aðrar þjóðir eru að færast á þessum listum innbyrðis. Það getur líka haft mikil áhrif á okkar samkeppnishæfni því þetta snýst ekki bara það hvernig við stöndum okkur, það snýst það hvernig við stöndum okkur í samanburði við önnur ríki. Afturfarir í undirþættinum skattastefnu eru til dæmis vegna hærri skatta en líka vegna þess að tekjur hins opinbera þær eru að hækka. Stofnanaumgjörðin hún versnar einnig á milli ára og þar má til dæmis, það skýrist til dæmis af því að atvinnulífið eða þeir sem svara könnuninni telja að vera svona afturfarir í hvernig lagaumgjörðin og samkeppnisregluverkið og framkvæmd þess styður við verðmætasköpun í landinu. Ef við tökum aftur 2 dæmi, hverja stundu fram og aftarlega, þá það jöfn tækifæri, það sem að í spurningakönnuninni kemur í ljós að hið opinbera og samfélagslega umgjörðin sem það stuðlar að það tryggir jöfn tækifæri og stöndum þær mjög framarlega og stöndum líka mjög framarlega almennt í samfélagslegu umgjörðinni sem að hið opinbera að reyna að stuðla að. Hverja stundum aftarlega, þar mælikvarði sem snýr að opinberu eignarhaldi fyrirtækja og þar eru margir aðilar á Íslandi sem telja opinberan rekstur vera sér til trafala. Þau eru kannski í beinni samkeppni við þessi fyrirtæki eigu hins opinbera. Og þarna fer okkur líka aftur á milli ára. Við tökum fyrir skilvirkni atvinnulífsins næst. Hér eru nokkra breytingar, framleiðni og skilvirkni og vinnumarkaður, þar fer okkur áfram. Vinnumarkaðurinn þar fer okkur áfram til dæmis vegna þess að vinnumarkaðurinn er að stækka. Við erum að fá fleira fólk til Ísland sem kemur hingað að vinna. Fjármögnun fyrirtækja, þar sitjum við svolítið aftarlega og kemur kannski ekki óvart vegna hækkandi vaxta og hærri fjármagnskostnaðar fyrirtækja og þessu var kannski viðbúist. Það sem er áhugavert er að viðhorf og gildismat stjórnenda það versnar á milli ára. Þar færumst við aftur til dæmis vegna þess að stjórnendur telja almennt að viðhorf til hnattvæðingar það sé að versna. En einnig vegna þess að stjórnendur telja ímynd landsins út á við vera síður til þess fallið að stuðla að uppbyggingu atvinnulífs og nýrrar atvinnustarfsemi í ár. Þar spila kannski jarðhræringar inn í svona staða þjóðfélagsumræðunar hvað varðar atvinnulífið og mögulega kjaradeilur á vinnumarkaði sem voru yfirstandandi þegar að þessi úttekt var framkvæmd. En við skorum þó mjög hátt á mælikvarða sem nefnist sveigjanleiki og aðlögunarhæfni og þetta er kannski þetta reddast viðhorf, þar sem að við erum vissulega mjög góð. Það eru mjög stuttar boðleiðir í Íslandi sem ætti að gera okkur kleift að bregðast mjög skjótt við breyttum ófyrirséðum aðstæðum og ég held við höfum öll séð þetta bara í reynd á undanförnum mánuðum og undanförnum árum. Mælikvarðið þar sem við erum aðeins lakari, setjum mjög aftarlega afsakið, laun í framleiðslugreinum á vinnustund. En þar eru aðeins 5 ríki sem hafa hærri laun í framleiðslugreinum á vinnustund en við. Og það þarf ekki að koma neinum óvart, enda eru laun á Íslandi með því hæsta sem þekkist. Samfélagslegir innviðir, eins og ég sagði áðan, það er svona víst áhyggjuefni að þeir versni á milli ára. En þetta eru einmitt svona þær grunnstoðir sem verðmætasköpunin byggir á, hvort sem það sé skilvirkni atvinnulífsins, skilvirkni hins opinbera eða efnahagslega frammistaðan okkar. Þetta eru þessir innviðir til dæmis menntakerfið, tækni- og vísindaumhverfið, heilbrigðiskerfið og svo er þetta líka bara grunninnviðir á borð við vegi, aðgengi að orku, endurnýjanlegri orku og þess háttar. Og þetta eru líka þeir mælikvarða, þessi innviðir sem tekur sennilega einna lengstan tíma að byggja upp. Mikilvægt að við bætum úr þessari stöðu sem allra fyrst. Kannski nefna það að afturfarir í tæknilegum innviðum,
Þær eru til dæmis vegna lægri fjárfestinga í fjarskiptum í ár en í fyrra. Eitt sem ég langar að benda á varðandi þessa dæmi mælikvarða sem ég ætla að taka fyrir að það vekur athygli að þrátt fyrir að við séum með einnu hæstu útgjöld til menntamála á mann, við erum þar í öðru sæti, þá náum við samt mjög lökum árangri í PISA-könnuninni. Þannig að svo virðist sem að við séum ekki að fá tilbaka þau gæði í menntakerfinu sem við leggjum til í formi fjármagns. Það er auðvitað mikið áhyggjuefni þar sem að þetta er eitthvað sem við líka finnum áhrifin af mun síðar. Ef við draugum stöðuna aftur saman, þá sjáum við það. Ísland situr í 17. sæti, samfélagslegir innviðir, einn okkar helsti styrkleiki og skilvirkni atvinnulífs. Skilvirkni hins opinbera mælist líka ágætt og efnahagsleg frammistaða er þar sem við stöndum aftar. Svo lengst til hægri þá sjáum við þessar breytingar á milli ára samandregnar. Ég myndi ekki segja svona að þetta sé svört staða heldur en kannski frekar rauð. Við sjáum að okkur fer einungis fram í 3 undirþáttum og annars fer okkur aftur eða stöndum óbreytt í öllum öðrum undirþáttum. Og það er sem sagt atvinnustig, framleiðni og skilvirkni og vinnumarkaður, það sem okkur fer áfram. Áður en við höldum áfram þá langar mig aðeins að ræða svokallaða stjórnendakönnun sem er alltaf framkvæmt samhliða samkeppnishæfnikönnun EMD. En þar eru stjórnendur spurðir hvað þeim þykir eftirsóknarverðast þegar kemur að því að stunda viðskipti í þeirra landi. Stjórnendur geta valið 5 af eftirfarandi 15 þáttum sem þeir sjáið á grafinu. Niðurstöðurnar þær gefa til kynna að stjórnendur á Íslandi telja hátt menntunarstig, hæft vinnuafl og opin og jákvæð viðhorf vera svona eitt af okkar aðdráttaraflum þegar kemur að viðskiptum. En það eru mun færri sem að nefna til dæmis samkeppnishæft skattkerfi, samkeppnishæfni í kostnaði og hæfni stjórnvalda þegar kemur að því hvað gerir landið okkar sérstaklega áhugavert. Þegar við berum þessar niðurstöður saman við aðrar þjóðir, það er þá 5 samkeppnishæfustu þjóðirnar samkvæmt úttektinni í ár, þá sjáum við að atriðir sem eru höfð í miklum hámælum hjá okkur eru neðar á blaði hjá þeim og öfugt. Það er kannski ekki vegna þess að þessi samkeppnishæfustu ríki telji ekki hátt menntunarstig mikilvægt og opin og jákvæð viðhorf gera þeirra land eftirsóknarvert þegar kemur að viðskiptum. En það eru kannski ekki mikilvægustu þættirnir. Þar sjáum við að mestur munur er til dæmis í fyrirsjáanleika og stefnufestu, viðskiptavænu umhverfi og samkeppnishæfu skattkerfi. Það er kannski eitthvað sem við þurfum að huga því þarna er eitthvað sem við þurfum að huga því að gera betur. Núna höfum við rúllað yfir þessar niðurstöður og þegar það fengið mikið magn af upplýsingum og það er kannski ekki alveg ljóst svona hver næstu skrefin eru og hvernig skal framkvæma þessar breytingar sem við viljum gjarnan ráðast í. Þannig að við þurfum að taka þetta mikla magn upplýsinga og greina svolítið hvað við viljum gera, hvert við viljum ná og forgangsraða aðgerðum til að ná settum markmiðum eftir því hvar það er brýnast og hvar það er svona tæknilega framkvæmanlegt. Þá getum við notað þessa könnun til að sjá hvar við stöndum, til dæmis á þessum 20 undirþáttum. Við getum flokkað alla undirþættina, annars vegar eftir því hvar við stöndum, svigrúmi til framfara, bara eftir sætisröðun Íslands sem er á uppsölunni ásnum og á lóðrétta ásnum og svo á lárétta ásnum þar erum við með framkvæmanleika, hversu raunhæft það er að ráðast í breytingar út frá svona tæknilegum forsendum og út frá kannski líka pólitískum forsendum. Þá getum við byrjað að flokka. Við getum litið til atriða sem eru svo lítið á grænni grein, en þar eru atriði sem við stöndum framalega en er jafnframt erfitt að breyta. Til dæmis eins og innviðir, heilsa, umhverfi, þess háttar, menntakerfið. Svo eru önnur atriði sem komið ljós, til dæmis byggjum Róm. Það eru þættir sem að það getur verið talist erfitt að ráðast í umbætur, svona með beinum hætti til dæmis, og framkvæmanleiki þessara breytinga er kannski ekki svo hár. En við sjáum líka
annað element sem við köllum fínpúss, en í ári eru engir þættir þar sem að við stöndum kannski sérstaklega framanlega og er auðvelt að framkvæma. Við höfum kannski gripið þessa lægstu ávexti á trjánum. Og að lokum þá kemur það í ljós sem er í brennidepli og það eru meginþættir þar sem að við stöndum aftarlega en höfum jafnframt góða burði til að ráðast í nauðsynlegar umbætur út frá þessum pólitísku og tæknilegu atriðum. Og það eru eftirfarandi 7 þættir, til dæmis alþjóðleg fjárfesting, verðlag, innlendur efnahagur, skattastefna, opinber fjármál, stofnanaumgjörð og síðast en ekki síst regluverk atvinnulífsins. En við hífum kannski ekki upp samkeppnishæfnina beint með því að skrúfa niður í verðlaginu. Virkar ekki svoleiðis. Við þurfum að svona aðeins fara niður í þaulana til dæmis á þessari úttekt, sjá mælikvarða sem við getum markvisst ráðist í að laga og fundið tillögurnar sem færa okkur í það átt sem við viljum ná, sem við viljum komast. Og ef við skiptum þessum tillögum upp í 4 flokka, þar sem við getum ráðist í nauðsynlega breytingar til að ná betri árangri í þessum 7 undirþáttum sem eru í brennidepli, þá fáum við eftirfarandi flokka. Og með þessu getum við ekki aðeins breytt þessum undirþáttum, heldur líka svolítið stutt við þá sem tekur lengri tíma að styrkja. Það er fjármál eins og opinbera, það eru dæmi tillögur að draga úr hallarekstri, lækka vaxtagreiðslur og draga úr skuldum ríkissjóðs með sölu eigna. Við erum með tillögur sem snúa að sköttum, það er bara að lækka skatta, það er bara einfalt verk þegar það er búin á betri tökum á fyrsta liðnum, fasteignaskattarnir, skattarnir og laun, skattar og hagnað fyrirtækja. Svo er hægt að ráðast í umbætur á leikreglunum, til dæmis afnám tolla og viðskiptahindrana, sala á opinberum samkeppnisfyrirtækjum, þannig að við bætum svona aðeins umhverfið, bætt samkeppnisumgjörð og líka ekki síst framkvæmt samkeppnismála hér á Íslandi. Og svo að lokum erlend fjárfesting. Það er mikilvægt að ráðast í tillögur, að ráðast í breytingar sem munu liðka fyrir erlendri fjárfestingu. Það er að gera ýmsum hætti, til dæmis tryggja það að eftirlitsstofnanir hindri ekki aðkomu erlendra fjárfesta eins og við höfum séð gerast undanfarin ár. Mér langar aðeins að stoppa hvað varðar erlenda fjárfestingu því þetta er til dæmis undirþáttur sem myndi hífa upp aðra undirþætti, til dæmis innlendan efnahag. Þegar laða fjármagn til landsins þá bætum við svo margt. Þetta snýst ekki bara um að fá fjármagn heldur mun þetta líka leiða út í aðra þætti samkeppnishæfni. Ef þessar tillögur raungerast þá er ávinningurinn svo sannarlega gríðarlegur fyrir íslenskt samfélag. Með því að draga úr hallarekstri og ná betri tökum á fjármálum hins opinbera, þá myndi verðbólga lækka, vextir lækka, það myndi þá myndast tækifæri til skattalækkana sem fær okkur í næsta flokk. Lækkun skatta hefði vissulega jákvæð áhrif á verðmætasköpun, alveg eins og bætt fjármögnunarkjör og lægri vextir. Það væri meira aðdráttarafl fyrir Ísland að laða að fólk og fjármagn og við myndum líka laða að okkur aukna erlenda fjárfestingu og meiri kannski fjárfestingu innanlands. Þegar laga leikreglurnar þá myndum við fá meiri samkeppni innanlands, íslensk fyrirtæki verður líka betri í stakk búin til að keppa við erlend. Vöru- og þjónustuúrval myndi einnig batna og við getum tryggt betri samræmingu regluverks á milli landa. Bæði lagabálkana og hvernig þetta allt saman er framkvæmt, því þar getur oft munurinn verið. Svo hvað varðar erlenda fjárfestingu, að þessar tillögur myndi stuðla að bættu aðgengi að fjármagni, það myndi stuðla að auknum þekkingarflutningi og bættum lánskjörum fyrirtækja og heimila og allt þetta myndi síðan með sér svolítið hífa upp aðra undirþætti. En hér sjáum við svona yfirlit yfir tillögur viðskiptaráðs að aðgerðum með svona stöðu samkeppnishæfni Íslands þetta ár og úttekt EMD og í ljósi þess hversu miklu máli samkeppnishæfni skiptir fyrir hagsæld þá ætti að vera keppikefli okkar allra samfélagsins, atvinnulífsins og stjórnvalda að ráðast í slíkar aðgerðir og með því tryggja áframhaldandi bætt lífskjör á Íslandi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Gunnar. Þetta var gríðarlega góð samantekt. Það er mjög fróðlegt að kafa þarna aðeins dýpra og skoða hvað er undir húddinu.
og mjög merkilega niðurstöður að mörgu leyti. Við höfum tíma fyrir spurningar úr sal og við ætlum að slíta hérna fund nákvæmlega klukkan 10, ekki síðar. Þannig að þeir sem hafa áhuga á að spyrja, þá er mikrofón hérna á ferðinni í horninu og þótt að heyrist ekki hérna í salnum, þá var hann ætlaður fyrir beint streymi, þannig að ekki hafa ágjörð af því. En við skulum bara opna á spurningar, gjörðu svo vel. Takk fyrir góða kynningu og framsögu. Guðmundur heiti ég, kem hérna frá fyrirtæki sem kallast Heilsa. Ég er með 2 spurningar til sem sagt greinanda. Það er annars vegar varðandi lækkun á sköttum. Nú horfum maður á Danmörk þarna sem er í 3. sæti. Mín ímynd er svo að Danmörk sé að rukka hærri skatta heldur en Íslendingar. Þannig að það greinlega, það þarf ekkert endilega þá að vera aðalmálið. Og svo er það hitt bara varðandi samkeppnishæfni að þá í raun og veru ef við tökum þetta bara frá nulli og berum okkur saman við Danmörku. Danmörku er svolítið flatt land á meðan að Ísland er með fullt af innviðum, eða orku, fallegt landslag, fiskimið. Þannig við ættum í raun og veru kannski í byrjun að vera með í raun og veru betri samkeppnisstöðu en Danmörk. En ég tók eftir því að það var ekkert mikið minnst á svona náttúrulega innviði þarna. Erum við þá ekki að nýta þá nægilega vel til þess að geta staðið okkur betur í þessu? Til dæmis bara ef við horfum á orkumálin sem eru stór hluti núna í umræðinni. Já, takk fyrir. Ef við byrjum kannski aðeins á sköttunum, þá er staðreyndin sú að skatttekjur hins opinbera sem hlutfall af verðmætasköpuninni eru nær hvergi hærri en á Íslandi. Og þau eru vissulega háar í Danmörku, en þar til dæmis er samanburðurinn skekkist á milli landa vegna þess hvernig lífeyriskerfið er fjármagnað, til dæmis í Danmörku, með skattheimtu. Og við búum svo vel að hér á Íslandi að við erum með sjóðsöfnunarkerfi sem gerur okkur kleift að rukka skatta annars vegar og fjármagna lífeyriskerfið með öðrum hætti. Þannig að það er alltaf aðeins getur verið snúið að bera svona einstaka mælikvarða saman á milli landa. En þetta er til dæmis eitthvað hvað skattana varðar. Það líka leiðréttist sem betur fer í þessari úttekt er að þó svo að við komum til dæmis betur út í sköttum í þessari úttekt en Norðurlöndin í þessum undirþætti til dæmis vegna fjármagnar lífeyriskerfisins. En það dregur okkur niður til dæmis í öðrum undirþáttum. Ég myndi klálega að segja að bara skattaumhverfi skiptir mjög miklu máli þegar kemur að samkeppnishæfni. Bara eins og við sáum að stjórnendur sem tóku þátt, þessi þúsundir stjórnenda sem tóku þátt í þessari könnun og hvað aðilarnir sem svöruðu fyrir samkeppnishæfustu ríkin segja. Þar nefna þeir að samkeppnishæft skattaumhverfi sé eitt af mikilvægasta þegar kemur að því að gera land eftirsóknarvert til að stunda viðskipti. Aðeins hvað snýr af innviðum og auðlindum. Í innviðunum þá, til dæmis ef við skoðum orkumálin, þá skorum við mjög hátt til dæmis að við búum svo vel að hafa hæsta hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í orkunotkun á Íslandi. Þannig að þar eru við til dæmis efst. Það eru auðvitað blikur á lofti núna að það hefur ekki verið ráðist nægilega mikið í nýja orkuöflun, en við erum engu að síður fremst þarna þegar kemur að sjálfbæra orkunýtingu. Orkuverð á Íslandi er líka frekar lágt, þannig við njótum góðs af auðlindunum til dæmis þar og það endurspeglast líka auðvitað í útflutningstekjunum sem kemur frá orkusæknum iðnaði og auðvitað fyrirtæki og heimili sem njóta góðs af lægra orkuverði hér á Íslandi, þó svo þessu sennilega tækifæri til að gera meira úr þessari orku. Eins hvað varðar aðra auðlindir, þetta er áhugaverður punktur hvernig auðlindir koma inn í samkeppnishæfnina. Til dæmis eins og sjávarútvegurinn hér á Íslandi, það er undirþáttur í innlendum efnahagi sem snýr til dæmis bara því hversu hátt hlutfall sjávarútvegurinn er af efnahagnum. Þannig að það er gott að hafa fjölbreyttar atvinnugreinar og við búum svo vel að hafa líka þessar auðlinda atvinnugreinar. En þarna líka komstu auga á svolítið annað. Við sjáum að þjóðir sem að búa ekki yfir þessum auðlindum geta trónað þarna á toppi þessara lista. Þetta eru ríkin sem standa fremst í heiminum og þarna var nágrannaþjóðin okkar Danmörk sem við berum okkur svo gjarnan saman við. Og þau búa einmitt eins og þú bendir
réttilega á, ekki yfir sömu auðlindum. Og þetta svolítið það sem við þurfum að stefna í framtíðinni. Á sama tíma við ætlum að gera meira fyrir það úr þeim auðlindum sem við höfum. Þá þurfum við líka að halda áfram í svokölluðum alþjóða geiranum og það þá útflutningsgreinar sem að stóla ekki á auðlindirnar, heldur á hugvitið. Það eru klálega sóknartækifæri. Takk fyrir þetta, Gunnar. Við erum með aðra spurningu sal. Ragnar, gerðu svo vel. Já, kæra þakkir, Ragnar Árnason, Háskóli Íslands. Ég vil þakka þetta ágæta framtak og það að þið skulið hafa haldið þessum samkeppnismælikvörðum gangandi í svona langan tíma. Niðurstöðnar eru kannski ekki mikið nýnæmi. Þetta meira og minna það sem þeir sem hugsa íslenskt efnahagslíf hefðu sagt fyrirfram. Þannig að þetta staðfestir skilning okkar. Það athyglisvert að mjög margt af því sem brýnast og auðviðráðanlegast lítur að hinu opinbera og því sem það að gera. Og nú tel ég að okkar ágæti forsætisráðherra sé í raun og veru, ef ég þekki hann rétt, sammála þessum tillögum og þessum hugmyndum og hvað brýnast að gera, eins og kannski við öll í þessum sal. Og þá það spurning mín til hans, hvað kemur í veg fyrir það? Að það veri bætt duglega úr þessum hlutum sem hér hefur verið bent á í dag. Hvað myndur þú vera að tala sérstaklega, Ragnar? Já, opinber fjármál, skatta, ríkisrekstur, reglugerðarumhverfið, þessar hluti sem á undirstjórn opinber aðila. Gerðu svo vel. Já, má ég bregðast þess við. Áður en ég kem aðeins að þessum opinberu fjármálinu og þá þætti, þá langar mig að deila með ykkur maður svona horfir á þetta og þetta auðvitað hlutfallslegt og kvarðað eins og Gunnar kom inn á hérna áðan að þetta svona leiðarvísir. Gerðu þetta og þá mun þeir farnast vel. Gerðu þetta og þá mun þegnar þínir njóta góðra lífskjara og landsframleiðsla verða há. En í okkar tilviki þá erum við með þá stöðu sko. Hérna kemur fram, við framleiðum við erum í 3. sæti í landsframleiðsla mann. Kaupmáttur óvíða herri. Þannig að það eitthvað sem við erum að gera rétt þó að við hlutfallslega lendum neðar á móti öðrum þjóðum sem eru langt frá okkur í jafnrétti, langt frá okkur í kaupmætti, langt frá okkur í landsframleiðsla mann og svo framvegis. En þau eru að gera betur í einhverju öðru sem líklegt til þess að viðhalda samkeppnishæfni þeirra til lengri tíma. Varðandi opinberu fjármálin, þá myndi ég segja að það sé stórkostlega vanmetið í umræðum opinber fjármál sem að mér hefur þótt vera grunn og alls ekki lýsandi fyrir það sem raunverulega gerast í opinberu fjármálum og þá ég til dæmis að vísa til þess þegar menn segja opinberu útgjöldin voru X 2017, af hverju eru þeir X sinnum 1,8 2024? Þeir sem ekki skilja þetta, og það var nú eitt formaður stjórnmálaflokks sem sagði á þinginu daginn, hvað varð allan peninginn? Þeir skilja ekkert í því að hversu háð ríkið launaþróunin í landinu. Þegar við vorum hérna á eftirhrunsárunum og fórum í samráðsvettvang aukna hagsæld, þá greindum við tækifæri til þess að gera betur. Og þegar við núna horfum tilbaka og spyrjum hvað gerðum við vel, þá fórum við í marga af þessum þáttum. Ég rakti sumt að því hérna áðan, þú svarað að tækinu, styrktum Seðlabankann, við erum með miklu betri gengisvarnir, við tókum gengisáhættuna af heimilunum og settum strangari reglur fyrir fyrirtækjum, miklu betur fjármögnuð að öllu leyti til, ný lög opinber fjármál, fjármálareglur og svo framvegis. Sá þáttur sem var skoðaður á samráðsvettvangnum á sínum tíma og hefur verið ósnertur vinnumarkaðurinn. Meiri hluti nýrra útgjalda ríkissjóðs frá árinu 2017 bein afleiðing af kjarasamningum og svo að viðbótin þar ofan á bein afleiðing af kjarasamningum, semst óbein afleiðing af kjarasamningum, hækkun bóta, öryrkja, aðrar almannatryggingabætur í lífeyriskerfinu og önnur bótakerfi. Plús frá 2017 til 2024 hefur okkur fjölgað 15%, þannig það við því að búast. Þannig þegar Ragnar spyr hvað getum við gert betur í opinberum fjármálum, ég held að við séum mjög háð því að við gerum miklu betur í að laga vinnumarkaðsmódelið á Íslandi
af því sem að gerast í þessum löndum sem við viljum bera okkur saman við og við megum ekki gefast upp á því verkefni. Það stærsta einstaka atriðið sem að getur haft mikil áhrif á þróun verðlags og sjálfbærni opinberra fjármála, dregið úr sveiflum og efnahagslegum óstöðuleika og mun tryggja að við getum betur fjármagna því sem að fellur til hins opinbera vegna hagvaxtarins. Þetta að mínu áliti stærsti veikleiki íslenskra efnahagsmála vinnumarkaðsmódelið. Annars finnst mér við hafa verið að gera margt vel í opinberu fjármálunum. Við eigum að endurskoða samt sem áður fjármálareglurnar. Við ættum að hugleiða betur útgjaldareglu, leggja mat á það hvernig reglurnar sem við höfum verið að praktísera hafa gengið. Við erum að boða það að koma með skýrslu þessi efni í haust. Annars finnst mér opinberu fjármálin bara standa nokkuð sterkt. Ég tek eftir því sem sagt hér að við séum með háa skatta í alþjóðlegum samanburði. Ég hef hins vegar verið þeirra skoðunar að þegar til dæmis berum okkur saman við Svíþjóð þá sé augljóst og þeir séu á flesta mælikvarða með hærri skatta en í skattalegri samkeppni koma þeir betur út heldur en við að því að kerfið virðist vera einfaldara. Og það má örugglega telja það þeim til tekna en við verðum líka að spyrja bara hvernig kerfið kemur út fyrir alla. Erum við með merki það að við séum að kæfa íslenskt efnahagslíf? Nei, við höfum vaxið langt hraðar heldur en öll Norðurlöndin síðustu 10 ár. Við stungjum þau af í vexti. Líka í hagvexti á mann. Nema Danmörk. Út á Novo Nordic þá hafa þeir vaxið hraðar en við í mælikvarðanum hagvextur á mann. Þannig að við höfum eitthvað verið að gera rétt þarna. Eru skuldir hins opinbera mjög íþyngjandi? Skuldahlutfall heilbrigt. Vextirnir eru óþolandi háir. Og hvar fjármagnar íslenska ríkið sig? Það eru fáir kaupendur í íslensku skuldabréfum. Þess vegna var ég að tala að við þurftum að dýpka markaðinn. Og ef að verðbólguvæntingar lækka ekki, vegna sem við ætlum alltaf að hækka laun 8% ári, þá verða vextir á íslensku ríkisskuldabréfum háir og þá verður vaxtabyrðin sem birtist í vaxtagjöldunum okkar há. Það er síðan kannski orðið of mikið smáatriði en þegar við birtum okkar vaxtagjöld þá tökum við líka inn reiknaða vexti á ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar sem aðrir ekki að birta. Þannig að okkar tölur ekki samanburðarhæfar við aðra. Við ættum að vera að horfa oftar á greidda vexti. Hvað eigum við að greiða í vexti á þessu ári á móti vaxtatekjum og ef við skoðum þennan balans vaxtajöfnuðinn, horfum líka til þess hvaða arð við erum að fá á opinberum fyrirtækjum þá staðan alls ekki jafn slæm þrátt fyrir að vaxtagjalddatalan sem við færum til gjalda með reiknuðu stærðunum sé há á Íslandi. En þetta fyrir mér stærsta málið, þetta erfiðasta málið og mér finnst við ennþá vera mjög óþroskað kerfi hvað snertir samtal atvinnulífs og hins opinbera við vinnumarkaðinn. Mér finnst það til dæmis vera veikleiki, ég bara segi það alveg hreint út að í síðustu kjarasamningum hafi verið gerð krafa 2 milljarða innspýtingu frá ríkinu til þess að almenni markaðurinn geti klára kjarasamningum. Þetta á bara ekki vera svona. Takk fyrir þetta Bjarni. Þetta var fín áminning fyrir atvinnulífið. Klukkan orðin 10 þannig að við höfum því miður ekki tíma fyrir fleiri fyrirspurnir úr sal. En ég vil þakka forsætisráðherra sérstaklega fyrir að gefa sér tíma til þess að koma hingað í dag og veita þessu mikilvæga máli athygli og það er gott að vita að ráðherra með auga á boltanum að bæta samkeppnisstöðu Íslands. Atvinnulífið skorast ekki undan og við munum ekki láta okkar eftir liggja. Takk fyrir okkur í dag. Takk.